Jæja, heyrðu, þá ég hérna farin út að labba og ég ætla að labba hérna á stað sem að mér finnst við tala of sjaldan sérstaklega við gesti sem eru að koma. Til í fullkominni fjarlægð hérna rétt utan við höfuðborgarsvæðið einföld gönguleið, ekki of löng og auðveld yfirferðar. Fólk ekkert að vera í einhverju toppformi til að labba hérna, eins og sjá á mér. Og ofboðslega fallegur svona geoþímpark finnst mér eiginlega. Þetta Búrfellsgjáin hérna í Heiðmörkinni. Kíkjum aðeins á hana. Svakalega bjart maður. Herruði, ég hérna á vappi í Búrfellsgjáni. Ég að byrja að labba inn Búrfellsgjána. Búrfellsgjáin fullkominn labbitúr, æðislegur til dæmis fyrir útlendinga sem vilja sjá aðeins einhver svona ummerki svona eldfjallarót á þess að þurfa að fara eitthvað upp á hálendið eða langt í burtu. Þetta hérna rétt í túnfætinum á höfuðborgarsvæðinu, tiltölulega stutt og bara auðveld ganga sem flestir geta í rauninni labbað. Þannig að hérna, þetta enginn að láta þetta framhjá sig fara og mér finnst að við ættum vera duglegri að ýta þessu að fólki. Ég nefni oft Búrfellsgjána því fólk sem að spurja svona, hvað get ég svona, farið í auðvitað labbitúr eftir vinnu og fengið að sjá eitthvað. Búrfellsgjáin kemur gjarnan upp í huga. En hérna, ég ætla að labba hérna inn, aðalega afsökun til að aðeins að vesens með nýlega drónan minn og sjá hvort ég get ekki flogið honum hérna aðeins. Herru, við skulum hérna fara saman í labbitúrinn í Búrfellsgjá. Eitt af því svona fyrsta sem fyrir augu ber hérna gjárréttin, sem svona gömul fjárrétt sem hérna bara svona eiginlega í minni gjárinnar, svo maður kalla, og svona smá leifar og rústir af hérna svona mannabyggðum sem voru hérna. Og þetta alveg við svokölluðu vatnsgjána sem hérna sömuleiðis. Hérna smá svona gjá niður sem hægt að tróðast ofan í, en eða var allavega hægt í gamla daga, en ég ætla nú ekki að vera hafa fyrir því að gera þetta. Þetta 5 metra niðurskilsmér og vatn í botninum. Hérna sóttu bændur og smalar til forna, eða áður fyrr. Gjarnan vatn, það ekkert mikið vatn að finna á svæðinu, þannig að hér var alltaf vatn. En hérna voru mannabústaðir eða svona alltaf tímabundin mannabústaðir. Það talaði að hérna við gjárréttina hafi hafst við maður sem var kallað Krýsuvíkurgvendur. Það var hrikalegur mikill og kraftmikill og rammgöldróttur. Þannig að auðvitað finna þetta, auðvitað komast hérna. Þægilegu vegurinn bara gegnum langa hlíða, hvað þetta ég veit ekki alveg, í Heiðmörkinni. Og þetta hérna bara inn í suðausturhorninu, það fínt bílastæði, suðausturhorninu á Heiðmörkinni þar sem malbyggið endar. Og Garðabæjarkaupstaður sem hefur hér umráðið búin að leggja óbúslega fínan stíg hérna núna inn eftir gjánni, ég veit ekki hvort það næri alla leið, en allavega hérna svona í flatari ytripartinum á þessu. Þannig að það mjög þægilegt að komast hérna. Þetta var svona tróðningur, svolítið tróð út allt manni þegar ég kom þetta síðast fyrir nokkrum árum síðan. En hérna, þetta er orðið mjög þægilegt núna. Misti Pepsi-magsið. Ég veit eitthvað fólk sem að labba stað hérna inn og hefur aðeins svona misreiknað fjalla hefur sko horft í áttina Helgafelli og haldið að það sé Búrfelli sem að sé labba allar þangað. En svo nú ekki, þetta nú bara litla felli hérna vinstra megin sko. Æðislegt veður sko. Sólin skín og þetta svona létt skýjað, ekkert að trufla. Það ábyggilega 16-17 stiga hiti. Svona eins og dagar gerast bestir svona allavega á fyrirhluta sumarsins á Íslandi. Það nú bara fyrirhluti júní ennþá. Ekki ástæða til að ætla að sjórið eitthvað sérstaklega hlýtt. Það er æðislegt. Fáir á ferli, eitthvað fólk hérna, ég mætti 2 mönnum rétt áðan. 2 köllum hérna, þessu 2 konum áðan sem þegar ég var að labba ofan í gjána. Annars nú ekki mikið af fólki að sjá. Sko, gjáin byrjar hérna svona víð og breið. Lág og víð, mosavaxin og hérna opinn. En síðan þegar við komum hérna inn þá þrengist þetta og ef ég man rétt þá slúta svona hraundrangar yfir okkur á eftir því sem við tökum beygjuna inn í hraunrásina sjálfa upp á fellið. Hér eru sprungur sömuleiðis. Við erum búið að gera þetta allt saman af, það var nú ekki svoleiðis fyrir nokkuð mánuðum síðan. Þetta er allt orðið miklu öruggara heldur en það var. Hérna fyrir aftan mig alveg ótrúlega flott staður. Þetta svona
ja, eins og leikhús. Svona smá hérna graslaut, fallegur hamraveggur fyrir aftan. Svakalega flott. Ég hugsa að þetta sé svona miðja leið á lappinu inn eftir. Þegar ég kom þetta síðast þá vorum við ábyggilega hérna bara fjölskyldan með litla stelpur og fórum held ég ekki lengra aldrei en þetta. Þannig að það var svolítið síðan að ég fór alla leið inn. Ég hlakka til að lappa alveg inn í þrengri gjána og upp á fellið sjálft. Ásakið. Já, hér er auðvitað líka að svona sjá fyrir sér að því að þetta lítur svolítið svona töff út, sko. Hér hafi átt í stað eitthvað massíft sprengigos og einhver læti, sko. En eftir því sem ég kemst næst, þá gaus hérna fyrir 8 árum síðan og þá var þetta vist bara svona tiltölulega rólegt. Það gýs hérna upp, búrfellið vantarlega myndast, rennur hérna niður eftir og kvikuhólið bara tæmist og gosið sem slíkt bara svona föðrar upp, sko. Þannig að þetta er svona verið fallegt á meðan á því stóð. Þetta er verið svona túristagos. Að því ég var að tala um að þetta væri ekkert mál, þá ég stendi þá við það, sko. En svona síðasta spölinn, þá var hérna, erum við að fara upp svona malastíga upp á fellið sjálft. Það er nú ekki hátt, innan við 100, já ég veit ekki hvað það er, vel innan við 100 metrar frá því þannig sem við byrjum, sko. Þannig að þetta er ekkert hátt. Ég held að það er svona, hvað sé ég, hitt er nánast hjólastólafært. Hérna er þetta orðið svona aðeins brattara. Svakalt magna flugu hérna. Ég bað ekki um það, pantaði það ekki, sko. Ég held ég sé alveg að komast á toppinn, sko. Ég ætla að vona það, fá mér smá hressingu. Það er eitthvað fólk á toppnum, held ég, sko, sem tók fram mér áðan þegar ég var að taka myndir. Næstum því núna búinn að skilja sólgleraugun mín eftir. Ég er alltaf að skilja, ef ég flýg drónanum stað þá skil ég sólgleraugun eftir, það er bara svona garanterað. Hérna eru þau. Skulum ekki gera það. Það er kannski ekkert súper merkileg sólgleraugu en þetta er samt sem að sólgleraugun mín og við þykir bara vænt um þau. Ég er bara hnetur. Allavega. Þetta var svona smá lapptúr upp í Búrfellsgjána, upp á Búrfell. Eins og ég sagði áðan, ég bara hjartanlega mæli með þessu og þetta er kjörinn staður svona fyrir fjölskyldur, æðislegt fyrir hugsa ég túrista og svona ferðamenn sem að hafa lítinn tíma en vilja sjá svona svolítið svona álélegri íslensku, authentic, genuine íslenska náttúru. Þá er hún hérna bara í svona pakkaformi tilbúin bara í túnkantinum á höfuðborgarsvæðinu. Já, hefði. Ég ætla að halda áfram að njóta veðurblíðunnar. Við sjáumst næst.